Það hvernig upp á mínúturnar þá virtist þetta sem svona þetta ekki ykkar dagur. Þú lítur að vera bara ánægður með karakterinn sem strákarnir sína. Já, þetta var ótrúlega upp á mínútur og þegar á móti blæs og í þessu húsi þessu geggjuðu umgjörð og þá þurftum við að brekkan var heldur betur brött og við þurftum heldur betur að sýna hvernig gerðir en ég stoltur af drengjónum hvernig þið stigu upp og hvernig við eldust í mótlætið og spilum útfærum með leik fannst með frábærlega. Þetta rauða spjald, hvernig horfði það við þér? Ég sá þetta ekki, ef hann fer í hann þá var það bara klart rautt að sjálfsögðu. Ég sá þetta ekki, ég er náttúrulega búinn að vera að banna Gogga þetta í langa tíma og minnst alltaf búið hættun heim. En reglurnar skýrar held ég, ef hann fer í hann þá er rautt, ef hann kemur ekki við hann þá er náttúrulega ekki rautt. En ég dæmdi þetta vel og eitthvað, ég sá ekki, það bara sá þetta í vídeónu en ég treysti þessu mönnum alveg fullkomlega að meta þetta rétt. Er tíma bara að spyrja út í tjörfa og einhverju sem fullurt að þetta geti verið krossband? Alls ekki víst og alls ekki víst. Við samt sem á, það gaf okkur auka kraft að við ætlum að vinna þetta fyrir hann. Þetta er náttúrulega mikið áfall að meðast hennar og við ætlum að klára þennan leik fyrir hann í dag og gerum það. En við sjáum bara til, það þarf ekkert að vera þessi alvarlegt. Við þurfum að senda þetta inn í skoðun og sjá hvernig það fer. Það er bara komið ljós, ekkert í hendi. Hvað fannst þér í spilamennskunni sem þið frammiður í Eyjamenn? Þetta er bara jöfn lið og erfitt að segja nákvæmlega. Mér fannst við svona lengstum útfæra varnarleikin nokkuð vel, sérstaklega í byrjun og var svolítið ánægð með að við stoppum skyttuna aðeins betur enn í síðasta leik og sama skapið þá þurftum bara að leysa marga hluti og svona endanum gekk það. En þetta eru tvö frábær lið og stutt á milli í þessu og hrikalega erfitt að eiga við þá og bara virkilega vel gert að klára þetta. Gerði þetta kannski óþarflega spennandi í lokin, voru komin í 6 mörkum yfir og missaði niður 1. Já, þessi drengi náttúrulega gefist ekki upp og við vitum það. Það er alltaf erfitt að fara að verja eitthvað forskot og þetta féll ekki alveg að koma smá kaplir down sem við aðeins mistum þetta en enga síður heldum haus og klárum þetta alla leið og það var sætt að klára þetta í lokin. Við endur kannski Hákon Daði skorið seinasta marki? Já, bara stoltur á honum líka, hvernig hann hefur höndlað þetta einvígi og allt þetta sem hann fengi á sig og hann kannski 19 ára eitthvað, mér finnst hann bara akt eins og 30 reynslubolti sem hann búinn að vera í 15 ár sko, stoltur á honum hvernig hann hefur taklað þetta. Seinasta spurning, hvort viltu fá valið afturhaldingu? Ég veit ekki, ég myndi helst bara vilja spila aftur á laugardaginn, þetta er frábært og ég verið að hrósa báðum sem liðum sko, umgjörinn í leikjunum og umgjörinn sem er kringum þetta er þvílík auglýsing fyrir handboltan og menn eitthvað að tala eitthvað annað en að þetta sé blúsandi uppsinglu og þvílíkt gaman að spila þetta einvígi og maður hefði bara viljað taka þetta einvígi upp í 7 og taka mánuði viðbót sko.